Jæja, komið sæl og velkomin. Heyri kjörglættir í mig. Velkomin á kynningu hjá háskólanemum í Þingeyjarsýslu. Við erum stödd hérna í þekkingarneti Þingeyinga. Ég heiti Lilja Rögnvaldsdóttir og Helena Eydís Ingólfsdóttir er hérna með mér. Og við ætlum að hlýða á kynningar háskólanema sumarverkefni sín 2020. En þetta verkefni er átaksverkefni, hluti af átaksverkefni stjórnvalda að skapa störf fyrir háskólanema allt land. En eins og við öll vitum var ástandið hér í maí og í vor ansi sérstakt þar sem að háskólanemar allt land sáu fram á að missa vinnu eða þeir voru komin með hana eða þá að hreinlega bara fá enga vinnu vegna ástandsins. Og það sem að þekkingarnetið gerði og hefur svo sem gert áður í svipuðum aðstæðum er að stíga mjög ákveðið inn og óska eftir því að taka að sér háskólanema, hafa umsjón með verkefni þeirra yfir sumartímann og við fengum fjölda starfa til okkar sem var mjög ánægjulegt og höfum samstarf við sveitarfélög í sýslunum líka. Og þetta sem við ætlum að kynna fyrir ykkur hér í dag er afrakstur þeirra verkefna. Og áður en að ég kannski fer meira inn í kynningarnar að þá langar mig að benda á að þið getið sent athugasemdir og spurningar bæði í gegnum Facebook síðu þekkingarnetsins og hér á þá YouTube rásinni hjá þekkingarnetinu. En já, eins og ég segi, er það eitthvað sem þú vilt bæta við, Helena, kannski áður en að við förum inn í frekari kynningar á þessu? Nei, ég held að sé litlu við að bæta. Ég er búin að fara vel yfir þetta. Þá ætlum við bara að vinda okkur hér í kynningarnar sjálfar. Hér sjáum við nemana sem voru hjá okkur eins og ég nefndi áðan. Þetta eru 15 háskólanemar og sem allir hafa tengsl við Þingeyjarsýslur. Flestir eru með lögheimili á staðnum og aðrir dvelja hér þá yfir sumartímann einungis. Og þetta eru 5 karlmenn og 10 konur og við sjáum hérna betur þá hvernig þau dreifast svæðið. En alls voru þetta 10 nemar sem höfðu starfsstöð á Húsavík og 2 voru á Laugum í þekkingarsetrinu Siglu, 1 í Mikley, Mývatnssveit og 2 voru og reyndar 3 tíma staðsettir á Raufarhöfn. Og eins og þið sjáið hér á þessari mynd að þá áttum við samstarf við fjölmarga aðila. Þetta voru að stærstum hluta eins og ég nefndi áðan þá verkefni í tengslum við þá Vinnumálastofnun og svo erum við með sveitarfélögin og það var Norðurþing sem útvegaði 3 störf, Þingeyjarsveit 1 og Skútustaðahreppur 1. Og hægra megin hér á glæðrinni sjáum við svo aðra samstarfsaðila en mörg þessara verkefna eru unnin í góðu og miklu samstarfi við þá aðila sem þarna koma fram og ég mun kynna betur á eftir. Og ég held að ég vindi mig það bara í það að hafa örstutta kynningu á hverjum og einum nema og hverju og einu verkefni því þetta voru alls 13 verkefni sem við vorum með en við höfum einungis 8 kynningar hér í dag. Þannig að það voru ekki allir sem komist að og svo sjálfsagt ef að fólk hefur áhuga á að fá frekari upplýsingar verkefnin að hafa það samband við okkur því að margt af þessu og allt er virkilega áhugavert og gagnlegt bæði fyrir samfélag og atvinnulíf. En svo við vindum okkur í nemana að þá sjáum við að hér eru Valgerður María Þorsteinsdóttir sem hafi aðstöðu í Mikley, Mývatnssveit og starfið hennar var í gegnum Skútustaðahrepp og hún er að vinna hlaðvarpsþætti líf og störf Jakobínu Sigurðardóttur. Brynjar Örn Arnarsson er hér næstur og hann vann í miklu samstarfi við Háskóla Íslands og starfið hans kom í gegnum Norðurþing
og það var doktor Benedikt Halldórsson sem var leiðbeinandi hans í verkefninu kortlagningu á mannvirkjum og undirlagi með tilliti til jarðskjálftavár. Og þau verða bæði með kynningu hér á eftir. Síðan það hún Unnur Þuríðardóttir sem hafði aðstöðu á Laugum í Siglu. Hennar verkefni sneri að byltingum og byggðaþróun þar sem hún rannsakaði afleiðingar og áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á samfélög og atvinnulíf á landsbyggðinni og vann þar mjög áhugavert rannsóknarverkefni og það unnið í samstarfi við Nýheima þekkingarsetur og var styrkt af Byggðarannsóknarsjóði, Byggðastofnun. Hólmar Ben Kristinsson var einnig hjá okkur í samstarfi við Nýheima sem stóð á bak við þetta starf og hans meginverkefni var uppsetning og umsjón vefsíðu. Þá erum við hér með 3 nema sem unnu að gerð smáforrits í ferðaþjónustu á Húsavík og það var unnið í miklu og góðu samstarfi við Húsavíkurstofu. Hér voru haldnir vikulegir fundir sem Hinrik forstöðumaður Húsavíkurstofu mætti og vann með þeim og gaman að segja frá því að þetta aftur kom í loftið og hægt að nálgast það á Play Store fyrir Android síma. Þetta eru þau Sandra Björk Arnardóttir, Þórdís Alda Ólafsdóttir og Páll Hlíðar Savarsson og eitt af þessum störfum kom í gegnum Norðurþing. Þá eru það Dagný Theódórsdóttir og Ólöf Traustadóttir sem báðar unnu verkefni sem styrkt voru af samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norður Eystra. Dagný vann verkefni störf án staðsetningar sem hún mun kynna hér fyrir okkur á eftir. Og Ólöf vann að verkefni þekkingarsetur á landsbyggðinni og þróun þeirra. Þá er það Bjargey Ingólfsdóttir sem vann viðtalsrannsókn og hlaðvarpsþætti lífið í Flatey. Þar tók hún viðtöl við fyrrum íbúa og hefur unnið mjög skemmtilegt hlaðvarp sem enn í vinnslu. Bjarki Baldvinsson vann að smáforriti fyrir íþróttafélög og þetta í vinnslu hjá honum og kemur í loftið vonandi innan mánaðar. Þá er það Árdís Inga Höskuldsdóttir sem vann verkefni grásleppu og laxveiði og fylgni milli þess. Þetta var bæði viðtalsrannsókn og unnið á fyrirliggjandi gögnum. Og síðan er Guðný Huld Karlsdóttir sem vann handrit fyrir leiðsögumenn fyrir Heimskautsgerðið og í samstarfi. Að lokum er það Ragnar Þór Birkisson sem vann greiningu og stöðumat tæknismiðju í Þingeyjarsýslum og Heiða Elín Aðalsteinsdóttir sem vann heimildavinnu og texta Árborg Þingeyinga. Og Heiða verður með kynningu hér á eftir. En svo ég setji hér upp hvernig dagskráin verður hjá okkur í dag. Þá mun Valgerður María byrja með kynningu á líf og störfum Jakobínu Sigurðardóttur. Síðan kemur Brynjar Örn og kynnir fyrir okkur kortlagningu á mannvirkjum og undirlagi með tilliti til jarðskjálftavár. Sandra, Þórdís og Alda, Sandra Björk, Þórdís og Páll Hlíðar unnu að gerð smáforritsins við sitt Húsavík og Páll Hlíðar ætlar að kynna það hér á eftir. Svo er það Bjargey og Páll sem tala lífið í Flatey, Dagný störf án staðsetningar, Bjarki kynning fyrir okkur smáforriti fyrir íþróttafélög og þá er það Árdís sem hefur kynningu grásleppu og laxveiði og Heiða Elín árbókina. Og ég ætla að láta þetta duga hér hjá mér og biðja hana Valgerði að taka við. Valgerður, ertu þarna einhvers staðar? Gjörðu svo vel. Já, ég er hér. Hæ, ég heiti Valgerður María Þorsteinsdóttir og er nemandi í íslensku við Háskóla Íslands í grunnnámi og ég er að vinna verkefnið hlaðvarp verk Jakobínu Sigurðardóttur. Þetta byrjaði sem sagt þannig að ég ákvað í vor að sækja í nýsköpunarsjóð námsmanna og heyrði í Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem var að leiðbeina mér með BA-ritgerðina mína. Hún er bókmenntafræðingur og mjögningur. Ég heyrði í henni hvort hún væri með svona einhverjar hugmyndir og mig langaði til að sameina bókmenntir og Mývatnssveit á einhvern hátt. Og hún kom með margar hugmyndir og ég ákvað að gera eitthvað með Jakobínu Sigurðardóttur rithöfund.
og setja hana svona í samhengi Mývatnssveitar. Ég hafði sem sagt lesið ævisögunnar sem kom út fyrir síðustu jól eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur, en ég hafði samt ekki lesið neitt eftir Jakobínu sjálfa, þannig að ég vissi svo sem ekki mikið hana áður en ég ákvað að gera þetta verkefni. Og ég ákvað að ég vildi gera hlaðvarp af því að mér finnst það vera rosa mikið inn núna, fólk duglegt að hlusta, sérstaklega ungt fólk, og gæti haft svona líka frjálsar hendur en ég hef leyfi til í skólanum. Ég gæti svona vera aðeins meira skapandi sem ég fannst mjög spennandi og ég hafði samband við þekkingarnetið og svona pitchaði þetta og þau voru mjög hvetjandi og ég sem sagt endaði á að fá ekki styrki frá Nýsköpunarsjóði námsmanna, enda voru margar umsóknir og mörg spennandi verkefni þar, en var samt sem áður svo heppin að fá að vinna þetta verkefni með þekkingarnetinu og í samstarfi Skútustaðareff líka og vera með aðstöðu í Mikley í Mývatnssveit. Fólk veit kannski svona mismikið Jakobínu, sem eðlilegt, en hún var rithöfundur, hún fæddist árið 1918 í Hælavík á Hornströndum og flutti í Mývatnssveit þegar hún var 30 og byrjaði að gefa út verkin sín áratug seinna og hún bjó í Mývatnssveit alveg eftir var ævinnar. Hún var módernisti og gerði rosalega margar formtilraunir, hún var dálítið svona byltingarkenndur rithöfundur og svo var hún líka yfirlýstur sósíalisti og það svona þema í eiginlega öllum verkunum hennar. Ég ákvað að gera 3 þætti, hafa þá svona í lengri kantinum og að gera það í svona heimildastíl. Ég var mjög inspireruð af hlaðvarpinu Dolly Partons America sem ég mæli með, við hafið ekki hlustað á það. Það einmitt í svona heimildastíl og í því hlaðvarpi tengdu þau hana dálítið mikið við svona heimahagan hennar í Tennessee sem mér finnst mjög vel gert og það var svona dálítið inspo hjá mér. Þættirnir, þessi sem ég að gera, byggja á 3 þáttum, viðtölum, upplestri upp úr verkunum hennar og svoleiðis og svo svona narrationi eða þannig sem að ég geri og svona David Attenborough í því, má segja. Já, þannig ég gjörsamlega bara sökti mér í verkin hennar í byrjun sumars og las þau öll á einu bretti og las alla fræðigreinar sem ég komst í og viðtöl við hana, bókmenntagagnrýni og svo framvegis. Og það sem kom eiginlega mest á óvart við þetta, eða mér fannst ég svona læra mest allavega, var ég þurfti að setja mig svo mikið inn í svona pólitíska andrúmsloft kaldastríðsárana af því að það lykillinn að Jakobínu finnst mér. Þannig að ég reyni að útskýra það dálítið í þáttunum, sérstaklega fyrir fólk á mínum aldri eins og mig sem að upplifði þetta ekki á eigin skinni. Það bæði lykillinn að því að skilja verkin hennar af því að þau fjalla svo mikið það og líka einhvern veginn að skilja Mývatnssveit af því að eins og tilkoma kísiliðunnar og svona, þetta hafði svo gríðarlega mikil samfélagsleg áhrif hérna. Já, og þetta eru svona sagt þættir fyrir alla, ég reyna að hafa alltaf aðgengilega og svona sérstaklega kannski fyrir ungt fólk því að mér hefur fundist vanta dálítið efni bókmenntir, svona casual, aðgengilegt efni fyrir ungt fólk sem ekki, þú veist, Egill Helga og Kolbrún Bergþórs eitthvað að tala í sjónvarpsþætti í línulegri dagskrá, fattiði. Og markmið þáttanna svona fyrst og fremst bara að gera aðgengilegt efni verkin hennar Jakobínu og líka að vekja athygli á Mývatnssveit, svæðinu, bæði svona skemmtilegum stöðum og svoleiðis, en líka bara svona þessu félagslega og menningarlega við þetta svæði af því að það og hefur alltaf verið mjög mikið og sterkt svona menningarlíf hérna. Þannig getur þetta nýst sem sagt hreppnum og fyrirtækjum á svæðinu með beinum eða óbeinum hætti sem markaðssetning
og ég vona líka að þetta geti nýst sem kennsluefni, sérstaklega kannski hérna á Norðausturlandi eins og í framhaldsskólum eða jafnvel elsta stigi grunnskóla. Þættirnir munu koma á allar helstu hlaðvarpsveitur núna seinna í mánuðinum, allir á sama tíma og svo hægt að hlusta bara á þetta hvar og hvenær sem það vill sko. Ég persónulega hlusta á svona þegar ég að keyra eða elda, svo hægt að fara í labbitúr með hundinn og þannig að já. Og þá segi ég því bara lokið, einhverjar spurningar nokkuð? Nei. Hvar verður podcastið aðgengilegt? Já, sko, þetta góð spurning. Það kemur inn á Apple Podcasts og Spotify podcast. Þetta svona staðirnir þar sem fólk helst að hlusta. Það allavega svona það sem að ég búin að negla. En það mun koma betur í ljós og ég mun auglýsa það líka. Þetta var mjög áhugavert, góð kynning hjá þér. Og bara hvetja þá sem að hlusta sem að hafa spurningar kannski seinna meira, þeir geta bæði haft samband við okkur eða beint við Valgerði og sendt okkur skilaboð á Facebook eða þá gegnum tölvupósti eða hvernig sem best er. En ég hugsa að við reynum bara að halda þessu gangandi og ég fái þá bara, eða við fáum Brynjar Örn til að taka við. Gjör svo vel, Brynjar. Já, takk fyrir það. Ég heiti Brynjar Örn og var að klára fyrsta ári í jarðfræði við HÍ núna síðasta vor. Ég var að vinna við jarðskjálftamælingar í þéttbýli og mitt verkefni var í rauninni hluti af miklu stærri og ítarlegri rannsóknum, jarðskjálftarannsóknum hérna á Húsavík, stýrt af honum Benedikt Halldórssyni, jarðskjálftasérfræðingi bæði hjá Háskóla Íslands og Veðurstofunni. Hann með í rauninni mjög þétt net af jarðskjálftamælum, alls 7 mæla hérna í bænum þar sem hann að skoða í rauninni hreyfingar sem verða við jarðskjálfta á Húsavík. Og það eru aðeins bara 2 bæir á Íslandi sem eru með svona þétt net og svona miklar rannsóknir í gangi og það annars vegar Húsavík og hins vegar Hveragerði. Ég ætla að fá að setja upp hérna. Sjá. Svona, sést þetta ekki örugglega? Gott. Já, en skjálftavirkni á Íslandi í rauninni mjög svæðisbundin og skýrist að mestu leyti af legu landsins á Mið-Atlantshafshryggnum. Skjálftavirkninu má í rauninni gróflega skipta upp í 2 þverbrotabelti, þá annars vegar þverbrotabeltið á Suðurlandi og hins vegar Tjörnesbrotabeltið hérna á Norðurlandi. Jarðskjálftar á Íslandi eru í rauninni mjög algengir en þeir verða sjaldan mjög stórir og þeir verða yfirleitt ekkert mikið stærri heldur en 5. En hins vegar eru til dæmi nokkra jarðskjálfta sem hafa náð alltaf 7 að stærð sem þá orðið ansi stórt og meðal annars hérna á þessu svæði. Og þessi skjálftar geta valdið mjög miklum skemmdum, sérstaklega ef þeir eiga upptök nálægt þéttbýli. Og Húsavík og nágrenni mjög þekkt jarðskjálftasvæði þó að kannski ekki verið neitt rosalega mikið í gangi hingað til eða þangað til í sumar þegar náttúrulega allt fór á stað hérna rétt hjá. En Húsavík staðsett á Tjörnesbrotabeltinu og nánar tiltekið á Húsavíkur-Flateyjar-misgenginu og staðsetning bæjarins í rauninni mjög sérstök að því leyti að misgengi liggur eiginlega svo að segja undir bænum og því náttúrulega mjög hætt við að stór jarðskjálfti gæti haft mjög mikil áhrif á þetta svæði sérstaklega á komandi árum. En verkefni mitt í heild var í rauninni tvíþætt. Annars vegar var ég að yfirfara og skoða alla þessa 7 jarðskjálftamæla hérna í bænum og þá sérstaklega til þess að undirbúa að komi fleiri mæla seinna á þessu ári sennilega í tengslum við nýtt Evrópuverkefni sem að Benedikt að vinna að. Og hins vegar var ég líka að kortleggja burðarkerfi og jarðfræðina undir húsum hérna í bænum. Og það var gert með því að hitta bara á eigendur húsa hérna á Húsavík og þá bara safna upplýsingum bæði grunninn og burðarvirkið undir húsinu. Og þá vorum við aðalega að skoða
svona þessi eldri hús í bænum, eða hús sem eru byggð sem sagt frá svona cirka 1880 til 1945 og það sem sagt hægt að sjá hérna á þessu korti sem að þið eru þá örugglega með fyrir framan ykkur sem eru þá sem sagt rauðu húsin í bænum sem eru þá elstu húsin. Ég veit reyndar ekki hversu vel þetta sést, þetta er kannski ekki sérstaklega góð mynd. En þessi gögn sem að verða til við þessa rannsókn eru síðan notuð í ítarlegri jarðskjálftarannsóknir á þessu svæði og þessar rannsóknir sem eru búnar að eiga sér stað núna á síðustu árum eru náttúrulega með það markmiðið að lágmarka þá tjón af völdum jarðskjálfta svona þegar að honum kemur því að það náttúrulega við eigum von á að það muni sjálfsagt einhvern tímann koma jarðskjálfti hérna á þessu svæði sem gæti orðið svolítið stór. Þannig að það er svona ástæðan fyrir öllum þessum rannsóknum sem við erum búin að vera í gangi síðustu ár. En annars held ég að ég svo sem hafi ekkert fleira að segja mitt verkefni, sko, ekki nema að segja kannski einhverjar spurningar. Þú myndi halda áfram að rannsaka þetta verkefni í BIA-verkefninu? Já, það geti alveg verið möguleiki ef ég svo sem veit ekkert það en kannski, aldrei að vita. Þetta allavega spennandi. Þá segi ég held ég bara takk fyrir mig. Takk fyrir Brynjar kærlega og þetta var mjög góð kynning og gaman að segja frá því líka að samstarfið við Háskóla Íslands og Benedikt hefur verið mjög mikið. Benedikt hefur verið bara leiðbeinandi þín alveg í þessu. Þannig að þetta hefur verið, og eins og segir, mjög áhugavert hvernig þetta finnast síðan inn í Evrópuverkefnið hjá honum. En þá held ég að við fáum næstu kynningu sem er þá Visit Húsavík, smáforrit fyrir ferðaþjónustu. Og það það Páll Hlíðar sem ætlar að sjá þá kynningu. Gjör svo vel. Já, ég heiti Páll og ég er einn af nokkrum sem kom að þessu Visit Húsavík smáforriti. Það reyna að deila með ykkur. Fínt. Allt í lagi. Já. Þetta Visit Húsavík verkefni var sem sagt samstarf milli tveggja í þessu verkefni. Það er Sandra sem tók að sér mest af forrituninni, Þórdís sem sá mikið af grafísku hönnuninni og löglegu hlið þess að koma þessu inn á svona smáforritaveitur og svo ég sem að sá sögugöngur og svona heimildaröflun sögu bæjarins fyrir appið. Appið er að stórum hluta byggt á vefsíðu Visit Húsavík en við bættum einnig við fleiri með upplýsingum og sögugöngum og gönguleiðum. En þetta verkefni varð í raun til þegar að það var sameinað nokkur önnur verkefni. Upprunalega þá áttu sögugöngurnar og appið að vera 2 mismunandi verkefni, en þetta var sameinað bara í eitt sem að hentaði okkur allavega mjög vel. Notagildið á appinu myndi ég segja að vera mjög mikið. Það er kort inn í appinu, þar sem að hægt er að finna alla helstu staði sem að ferðamenn gætu þurft að finna. Það eru kaffihús og bankar og gisting og svoleiðis. Það er hægt að fá aðgang að veðrinu nokkra daga fram í tíman inn í appinu eins og þið sjáið hérna niðri í vinstra horninu að þar er sem sagt hægt að skoða kort, veður eða leita sér að auka upplýsingum. Svo það þegar þið sækið appið þá eru nokkrir flokkar sem hægt að veljum. Þetta eru að stórum hluta til flokkar af vefsíðunni en svo bættum við líka við auka ofan á það og þar er hægt að finna gistingu og afþreyingu og veitingastaði og þess háttar. Það er líka hægt að komast í tengilega upplýsingar fyrir þetta allt. Þannig að í staðinn fyrir að vera að googla endalaust þá er hægt að bara að leita að veitingastaður eða kaffihús eða svoleiðis og þá í raun hefur aðgang að
að vefsíðum allra þessar staða, símanúmer ef þau eru til staðar, netfang ef þau eru. Og þetta í raun allar upplýsingar sem að ferðamenn gætu þurft svona gróft til þess að í raun vera á Húsavík og til þess að eiga en svona ánægilegri reynslu hérna. Við bættum einmitt við gönguferðum og sögugöngum, en það sem þetta er að það er sem sagt flokkur sem er bara hægt að velja á byrjunarskjánum og þar fær maður einmitt svona litla síður fyrir mismunandi punkta á korti þannig að þú getur gengið ákveðna sögugöngu leið og hér og þar á leiðinni eru þessir punktar sem eru með mynd og upplýsingum byggingar og önnur mannvirki og eru síðan líka með svona hljóðgæt. Þannig að þetta var í raun gert sem svona göngutúr í gegnum Húsavík án þess að þurfa á gæt að halda eða neinu öðru, þannig að fólk getur skoðað bæinn á sínum eigin tíma, það getur tekið sér pásu í miðjum túr og þetta var í raun bara svona dálítil tilraun til þess að rafvæða stóran hluta af því að reynslunum skoða bæinn. En eins og þið sjáu kannski, þá eru hérna 3 tákn sem að birtast á hverri svona síðu, en þar er playtakki sem að spilar einmitt hljóðskrá sem að einmitt er lestur á textanum þannig að þetta er aðgengilegt, þetta er enn aðgengilegra fyrir eins og sjónskerta. 1. Gamli bækur. En gönguleiðirnar, það var líka viðbót á okkar hálfu og þær eru aftur bara flokkur sem að er á byrjunarskjánum en þar einmitt fær maður aðgang að eins síðu en í staðinn fyrir þessi tákn sem við sáum áðan þá eru við með þennan pinna sem við getum bara ýtt á og þá fáum við kort af leiðinni þannig að það er hægt að fylgja því jafnóðum og það eru myndir til að sjá einmitt þessi gönguleiðir. Sumar af þessum gönguleiðum voru trakkaðar af okkur með GPS-tæki sem við fengum en aðrar voru til nú þegar. Þetta eru einnig upplýsingar sem er mjög erfitt að finna á netinu og eitthvað sem að ferðamenn hafa mikið talað að vilja fá aðgang að. Þannig að okkur fannst mjög mikil ástæða fyrir að setja þetta inn í appið. Appið, eins og Lilja nefndi áðan, er aðgengilegt á Google Play akkurat núna. Þannig að ef að þið sem að eigið Samsung síma eða eru með Google Play í símanum ykkar, að þið getið farið þangað inn og leitað að Visit Húsavík eða bara Húsavík og það ætti að koma frekar ofarlega. Við ætlum að setja þetta inn á App Store á næstunni. Það er aðeins lengra ferli sem fylgir því, en það verður komið á næstu vikum. Þá held ég að þetta sé bara komið. Er einhverjar spurningar varðandi þetta? Er þetta bara á ensku? Já, þar sem að við höfðum ekkert eitthvað gríðarlegan tíma og allur þessi texti sem að við vorum að vinna upp úr var á ensku, þá er þetta bara á ensku eins og er. En Já. Þetta er þannig uppsett að ef að það verða fleiri sett í þetta verkefni eða þetta kemur aftur sem verkefni fyrir námsmenn, þá væri mikill möguleiki að bæta við fleiri tungumálum. Já. Mér langaði kannski helst að spyrja hvernig samstarfinu við Húsavíkurstofu var háttað og líka bara með framhald appsins, hvernig verður það rekið? Það sem sagt, samstarfið var mjög ánægjulegt. Við fengum þennan svona grunn sem þau vildu að þetta væri byggt á sem var þessi vefsíða, en síðan fengum við dálítið að leika lausum hala, auðvitað í samstarfi við hann með vikulegum stöðufundum og við ræddum einmitt hvað
Húsaukastofa myndi vilja sjá í appinu, en það var einmitt eitthvað sem að það var mjög ánægjulegt samstarf og það hjálpaði okkur mjög mikið að einmitt koma þessu appi í loftið. Mér langaði bara að hrósa ykkur fyrir að hugsa út í sjónskerta. Mér finnst það mjög vel gert hjá okkur. Já, takk fyrir það. Þá held ég að við þökkum bara kærlega fyrir þetta. Mér langar reyndar að benda á að gætu vaknað spurningar í lokin og þá öllum velkomið að spyrja í lok allra kynningana þó að það eigi við fyrir kynningar. Og mér langar þá að biðja Bjargeyju og Pál aftur að koma með næstu kynningu sem þá lífið í Flatey. Gjör svo vel. Já, takk. Ég heiti Bjargey, heyrist alveg í mér. Og já, ég búin að vera að gera verkefni lífið í Flatey í samstarfi við Þingeyjarsveit og Urðarbrunn. Já. Og þetta verkefni hefur aðalega verið að safna svona heimildum fyrir framtíðina, en okkur finnst ekki mikið að heimildum til bara lífið í Flatey, sérstaklega á seinustu árunum, og bara svona varðveita þekkingu bara eyjuna og daglegt líf. Ekki bara tölulegu upplýsingarnar hversu mikið fiskur var veiddur eða svoleiðis, meira bara sögur almennt líka. Verkefnið var að ég tók viðtöl við fólk sem ólst eða bjó þar meðan byggð var ennþá þar allan ársins hring og náði ég að tala við 6 einstaklinga sem voru bara ótrúlega gaman og fékk mjög dýrmætar sögur frá þeim öllum og rosa gaman. Hvert viðtal var það bil klukkutími og viðtölin voru tekin annarkvort í heimahúsi hjá viðmælandum eða bara hvað sem þeim fannst þægilegast. Og þá var gengið út frá svona svipuðum spurningalista í öllum viðtölunum, en svo var líka bara spjallað allt hitt og allt þar á milli. Já, svo núna í eftirvinnslunni hefur Palli komið að hjálpa mér að gera hlaðvarp. Já, þegar ég kem inn í þetta þá sem sagt þessi hugmynd komin að vinna þessi viðtöl í hlaðvarp sem að mér fannst alveg frábær og við sem sagt byrjum á því að vinna sem sagt hlusta á allt þetta efni sem að safnað hefði verið og hugsa hans út í þessu svona helstu þemu og hvernig væri hægt að flokka þetta niður á þætti og hvað var í raun þess verið að taka fram og hvað væru upplýsingar sem væru kannski ekki alveg jafn mikilvægar. Við sem sagt komumst að því að það væri voðalega merkilegt að fara dálítið í því hvernig daglegu lífi í Flatey var háttað af því að þessi í raun lífstíll ekki til lengur. Og svo fórum við líka í það hvað fólk gerði til að lyfta sér upp og hvað stytta sér stundir einmitt þegar þú býrð á eyju sem einmitt með það ekki sjónvarpi eða þetta sem að þú myndir kannski svona típist halda að krakkarinn notuðu til að stytta sér stundir í dag. Þannig að það eitthvað sem okkur fannst virkilega áhugavert líka. Svo fannst okkur einmitt þessar síðustu stundir fram að því að stanslaus búseta í Flatey hætt, en það einmitt þess virði að taka fram að eftir að Flatey yfirgefin að þá halda við við húsunum og halda við takmarkaðri byggð í eyjunni og hún hefur alls ekki lagst í eyði, en okkur fannst þessir punktar einmitt mjög svona áhugaverðir og eitthvað sem við vildum sérstaklega taka fram. Við sem sagt byrjuðum þá að taka niður klippurnar og flokka þær niður og sem sagt skrifa handrit utan klippurnar til þess að segja söguna sem sagt hafa aðeins meiri samheldni í þessum klippum og segja söguna aðeins meira skýrt. Svo fengum við aðgengi að músík
að það sem sagt úr kvikmyndinni Af jörðustu komin. Það var eftir Framfara og Ósa og Borg og við vorum rosalega þakklátt fyrir það. Síðan fyrir hlaðvarpið sjálft, þá stefnum við á það að það komi út í ágúst og á öllum svona helstu veitum fyrir hlaðvörp. Það kom spurning fyrir hlaðvarpið áðan hvar væri líklegt að það myndi koma út, en við einmitt ætluðum að gefa þetta út á bæði Spotify og Apple Podcasts, en þar sem að Spotify áskriftarþjónusta og Apple Podcasts einungis aðgengilegt þeim sem að eiga Apple vörur, þá fannst okkur sniðugt að gefa þetta líka út á SoundCloud eða einhverjum öðrum miðli þar sem að ókeypis aðgangur að efninu og þetta svona aðeins aðgengilegra, sérstaklega ef að einhverjir sem að ekki alveg jafn vanir þessari tækni eða ekki með þessar nýjustu græjur eða ekki með að borga áskrift, að þeir geti líka haft aðgang að þessu. Svo erum við hérna búin að klippa saman smá sýnishorn sem að við ætlum bara að leyfa ykkur að heyra. Hvernig ákveður heilt samfélag að yfirgefa heimaeyjuna sína? Hvað olli þessu? Hefði verið hægt að koma í veg fyrir það? Hvernig var lífið í Flatey á seinustu árunum? Þessu og fleiru verður svarað í Lífið í Flatey, þar sem fyrrum íbúar Flateyjar og Skjálfanda segja frá æsku sinni, lífi og störfum þar. Einnig tala þau að yfirgefa heimili sitt og hvernig aðlaga þyrfti sig að lífi á landi. Sjálf heiti ég Bjargey og mun fara með ykkur í gegnum seinustu ár byggðar á Flatey ásamt fyrrum íbúum hennar. Þetta hlaðvarp hluti af Lífið í Flatey, samstarfsverkefni Þekkingarnets Þingeyinga, Urðabrunns og Þingeyjarsveitar. Fylgist vel með því á næstu vikum munum við heyra sögur úr Flatey, sagðar af Flateyingum. Þá held ég að þessi partur í kynningunni sé bara búinn og þá bara ef einhver með spurningar, þá erum við Bjargey til í að svara. Hvað Urðarbrunnur? Það sem sagt menningarfélag, svona hluti af eins og hið þingeyska fornleifafélag og þau eru búin að vera hérna rannsaka fornleifar eins og til dæmis út í Flatey og þau eru bara mjög áhugasöm Flatey sérstaklega og búin að vera vinna aðeins með það. Þannig að þetta svona þingeysk menningar fornleifafélag. Takk fyrir þetta, kærlega. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég hlakka til að hlusta á þessi hlaðvörp. Aftur bara bendi ég fólki á að senda inn spurningar jafnvel í lok kynningarinnar. Þannig að við skulum láta þetta ganga og fá hana Dagnýju næsta með sína kynningu störf án staðsetningar. Gjörðu svo vel. Já, Dagný heiti ég og búin að vera í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri. Ég búin að vera að vinna hálfgert draumastarf í sumar, bara ferðast sveitir og skrifa allan daginn og það bara búið að vera æðislegt. Þannig að ég ætla aðeins að sýna ykkur frá því. Rannsóknin eigindleg sem eiginlega bara frábært af því að ég er vön því að fela mig bara bak við einhverja tölur og ekkert vera að hitta fólk og eitthvað, en það bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt og mjög góð reynsla. Rannsóknin snerist fjarvinnu og fjarvinnslu stöðvar í Þingeyjarsýslum og var unnið út frá sóknaráætlun SSNE frá 2020 til 2024 og síðan fór ég bara á rúndinn og tók viðtöl við
6 einstaklinga og var með svona hálfstöðlu viðtal, þannig að þetta var svona frekar opið samtal en samt svona hjálpaði til að svara rannsóknarspurningunum sem voru 4. Markmiðið bara eiginlega skilgreina forsendur fyrir störf án staðsetningar og hvernig vinnuaðstaða ákjósanleg, hvernig einnig hvaða fjarvinnslu stöðvar þurfa að búa yfir og væntingar og viðhorf starfsmanna og hvað gæti mögulega þarnast úrbóta, en það var eiginlega allir bara í góðum málum, þannig að það var ekkert mikil niðurstaða af því. Já, viðtalsramminu var sem sagt bara unnin út frá bæði skýrslunni frá SSNE og líka bara svona fréttum og svona þjóðfélagsumræðinni. Það er svona margt búið að gerast síðustu mánuði eins og allir hafa tekið eftir og það einhvern veginn hafði svolítið áhrif á spurningarnar og líka bara fyrir rannsóknir. Þannig að það var mjög, gekk mjög vel einhvern veginn að mynda það. Byrjaði með svona hentugleika úrtak þar sem að bara þessi gæti verið, sniður og svo gátu þeir síðan fara að benda aðra, þannig að þetta var svona snjóbolta áhrif, það var mjög skemmtilegt. Og líka gaman að segja frá því að það var jafnt kynjahlutfall og maður hafi ekki einhvern veginn búist við því, en það var bara óvart þannig sem bara gott. Og síðan þegar eins og við kóðun gagna, þá var ég svona að reyna að finna þemu, svo setningar eða orð sem að allir aðrir voru, eða flestir voru að segja og það er eiginlega bara pínu magnað hvað allir voru ótrúlega sammála. Þannig að þetta var ekki mjög erfitt að komast að einhverju niðurstöðu og þetta er þemun sem kom fram. Það er farsæl fjarvinna, það var eiginlega bara svona hvernig gerum við þetta vel? Og flestir nefndu það að svona vinna auki atvinnutækifæri, sérstaklega í minni byggðum og ótrúlegt en satt að á tímum COVID þá einhvern veginn jókst félagslíf eiginlega hjá öllum. Það pínu magnað að sjá það að fólk talaði meira saman og síðan var það hugafar. Þar gat ég náða að trúða persónuleika sálfræðin í þetta sem mér fannst mjög skemmtilegt. Helstu niðurstöðurnar er eiginlega bara að þú þarft ekki merkilega hluti, þú þarft basic hluti og annað eiginlega ekki. Og svo bara ég vitni í einn viðmælanda, það er bara nettenging, en númer 1, 2 og 3, hérna er bara hugafar, allt annað er bara eitthvað sem þú kaupir. Og það er útrúlega flott. Allir höfðu mikla væntingar aukin atvinnutækifæri og bara það að að það er hægt að vinna ýmis störf þó þú búir ekki endilega á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega eða snýr að landsbyggðinni og mér finnst það mjög mikilvægt. Það bara allir mjög sammála það og líka það að þrátt fyrir að þessi leiðinda veira hafi skollið yfir þá hefur það kennt fólki rosalega mikið. Það er hægt að gera ótrúlegustu hluti bara heima hjá þér. Það er bara, tæknin er til staðar, það er bara að kunna á hana og nota hana. En eins og í mörgum rannsóknum þá vakna upp nýjar spurningar og fæstir höfðu mikla þekkingu á tækni og öryggismálum og það er eiginlega bara atriði sem er svolítið mikilvægt að fólk kannski fara að taka meira með inn í reikningin, eins og til dæmis ég fór að tala við tæknimann og hann talaði það. Það eru ákveðnir gallar í öllum svona forritum og sérstaklega hefur það komið í ljós bara í COVID að það eru ákveðnir gallar eins og í Zoom. Það er bara nýkomið í ljós afsakið og það borgar sig mjög mikið að kynna sér svona mál og hvernig gögn eru hýst. Af því að ef þú ert með vottaðan aðila og ert
að með þjónustusamning við þekkta aðila sem eru vottaðir í Evrópu, þá ertu í rauninni að kaupa þér ákveðið öryggi af því þeir eru með hýsingasali inn á bara á sínu starfsvæði þar sem þú getur náð í gögn, bjarga gögnum og þannig ertu miklu öryggari og líka það að nota 2 eða 3 þátta auðkenningu, ekki bara lykilorð og aðgangsorð, heldur líka, þú veist, fingrafararskanna eða SMS eða einhvers konar auðkenni í símann. Þannig ertu í rauninni orðin miklu öryggari og þetta ekkert mikið vesen og hann sagði að þetta væri svona svolítið bara eins og spenna á sig öryggisbelti en það er bara að venja sig á þetta og þetta hljómi leiðilegt sko. Og síðan líka ætla ég að enda á því að fjarfundir sem eru búin að vera svo mikið núna að bara skipuleggja það vel þannig að það sjáist ekkert sem á ekki sjást. Líka eins og einn viðmælandi sagði að stilla myndavélina þannig að þú sjáir ekki bara ennið og loftið. Það er hundleiðilegt, það er bara virkar ekki. Það er bara að venja sig að vera undirbúin. Þannig að ég ætla bara að enda þetta á því, þannig að þið megið svo bara spyrja ef eitthvað er. Takk fyrir þetta, Dagný, mjög áhugavert og mjög viðeigandi einmitt akkurat núna á þessum tímum sem að nú ríkja. Ég hugsa að við höldum þá bara áfram og fáum þá hann Bjarka til okkar sem ætlar að kynna fyrir okkur smáforrit fyrir íþróttafélög sem hann hefur verið að hanna. Gjörðu svo vel, Bjarki. Já, takk fyrir það. Ég ætla að sér að læra honum. Já, komið sæl, ég heiti Bjarki Baldursson og er 29 ára gamall og stundar nám við tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og stefni á að útskrifast það núna fyrir jól, já, eina eftir. Ég tek hana fram að ég spila fótbolta með stórliði Völsungs en ástæða fyrir því að tengi svona einhverju leyti þessari hugmynd sem ég fékk. En ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins frá hugmyndinni sem ég er að vinna að. Og í grunninn er hugmyndin sú að útbúa smáforrit eða app þannig að iðkandi félag geti nálgast heimaæfingar eða aukaæfingar á einu stað. Hugmyndin er svona, eða markmiðið er að þetta ýti undir að iðkendur leggi meira á sig og þeir svona iðkendur sem að vilja ná langt í sinni íþrótt hafi þarna vettvang til að bæta sig. Ég fékk þessa hugmynd í COVID þegar að félög mátti ekki halda skipulögðum æfingum úti og ég svona sá að það voru ýmis félög að setja myndbönd á Facebook til dæmis. Mín upplifun var sú að það væri kannski ekki ná til allra sinna iðkenda. Ef þú sér að status með YouTube myndbandi á Facebook, það er svona, ef þú borgar ekki eitthvað sérstaklega fyrir það, þá virðist það ekki ná til allra allavega. Vegferðin svona hingað til, þetta hefur bara gengið vel og að mörgu leyti er ég búinn að útfæra svona grunnhugmyndina, þó margt svona smátt sé eftir. En ég byrjaði nú reyndar að vinna í þessu aðeins seinna heldur en flestir. Þannig að ég verð alveg út ágúst í þessu verkefni. Ég er að smíða forritið í Flutter sem er sem er mjög skemmtilegt tól frá Google sem gerir manni kleift að skrifa sama kóða fyrir bæði iOS og Android-tæki. Ég ákvað að bæta aðeins við svona grunnhugmyndina, þannig að í dag er þetta þannig að þú getur að þjálfari getur sett inn æfingar og einnig tilkynningar og næstu æfingar, þannig að þetta sé svona aðeins meira notagildi í
í þessu. Já, eins og kemur alveg fram, hafa fór svona mesta svona, hvað segir maður, það fór meiri tími í bakhenda hugleiðingar sem þannig bara hvernig ég geymi gögnin og hvernig þjálfar að setja inn upplýsingar. Þetta tók svona aðeins meiri tíma heldur en ég svona gerði ráð fyrir, en þetta bara, ég held að ég búin að leysa það ágætlega. Hérna má sjá svona nokkur skjáskot af appinu sem þetta akkurat núna. Hérna lengst til vinstri þá þetta sem sagt var síðan fyrir þinn flokk, þannig að þeir eru kemur inn í appið. Þarna sjást síðustu 4 æfingar sem hafa verið settar inn og þetta eru sem sagt bara YouTube-myndbönd eins og en ég ætla að bæta það við og getur líka bara sett inn texta eða hérna mynd, og inn í appinu, ef þú ýtir á þessa kassa hérna eftir vinstri, þá getur þú horft á YouTube-myndbandi og svo þessi hringur og hjarta, þá getur þú bæði sagt að þú sér búið með æfinguna eða favorita hann, ef þú vilt kannski sjá hann aftur eða gera hann aftur. Svo eru þarna næstu æfingar, þannig að þetta eru þær æfingar sem eru næstu 7 daga. Og svo hérna mynd nr. 2, þar semst fyrir neðan næstu æfingar eru tilkynningar frá þjálfurum. Og á 3. myndinni þá sjáum við, þetta bara svona samansafn af öllum æfingum sem hafa komið inn, og þarna getur í kössunum hana efst, þá getur við filtera hvort þú sért búið með þær, eða átt þær eftir eða ert búin að favorite og þess. Þannig að þegar það komið mikið inn í appið, á þetta svona hjálpa á notendum. Svona það sem ég sé fyrir mér að gera svona næstu daga að notendur geti útbúið sinn prófíl með nafni og mynd og þess háttar og setja inn í hvaða flokki þeir eru, þannig að ég sjái bara þær tilkynningar og æfingar sem viðkjörnum þeim flokki og einnig push notification, þannig að ef að þjálfari setur inn að þessi ekki æfing í dag að komi notification í símaður, þannig að það sé svona ýti við þér. Og svo svona hugmyndin að gera þetta svona allavega fyrir yngri iðkendur að einhverju svona leik ef þú klárar allar æfingar á færri stjörnur eða eitthvað þannig, þó að ég ekki alveg búin að úthugsa það. Já, ég held að ég sé bara góður. En þetta spurningar eru. Takk fyrir þetta, Bjarki. Það var mjög áhugavert. Og þetta mun þá birtast væntanlega bara í App Store og Play Store. Já, það er svona stefnan. En já, ég kannski gleymdi að taka fram að þetta er ekkert endilega hugsað bara fyrir Völsung, þó að ég sé að smíða það með Völsungs logoinu og því. Þetta er bara svona almennlaust fyrir íþróttafélög og allar íþróttir, helst. Mjög flott. Og hérna, já, og þú ert að loka metrónum með þetta þá, núna. Já. Herru, takk fyrir kærlega. Við skulum þá vinda okkur yfir í sjávarútvegsfræði og heyra í henni Árndísi Ingu sem ætlar að kynna fyrir okkur verkefni sitt grásleppu og laxveiði. Gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla nú að fara að opna þetta hérna. Svona. Já, sem sagt, ég ætla að segja ykkur örlítið frá mér og svo í framhaldi mun ég stikla á stóru og segja ykkur hvað ég er búin að vera að gera í sumarverkefninu mínu. Ég heiti sem sagt Árndís Inga Höskuldsdóttir og er 34 ára. Ég er frá sveitabæ rétt fyrir utan Raufarhöfn og hef alltaf haft mikinn áhuga á náttúrunni og dýraríkinu í kringum mig. Ég hef alla tíð frá unglingsárum unnið af og til við fisk og svo hóf ég störf hjá Ísfélagi Vestmannaeyja á síldarvertíð árið 2009 og svo árið 2012 var mér boðin verkstjórastaða og já, sem að ég þáði bara og eftir að hafa sótt ýmis námskeið sem voru í boði ásamt því að fara í raunfærnimat hjá Fisktækniskólanum í Grindavík ákvað ég að sækja í Háskólanum á Akureyri 2018 þrátt fyrir að hafa aldrei stigið fætin í framhaldsskóla.
og komst ég sem sagt inn í sjávarútvegsfræðina með góðum meðmælum og þrautseigju í starfi. Námið er mjög krefjandi og skemmtilegt og hefur kennt mér mjög mikið. Nú í vor var mér bent á að sækja sumarverkefni á þekkingarnetinu og sótti ég Rannsóknarverkefni mitt var ákveðið eftir miklar vangaveltur hvað mér langaði að gera. En loks ákvað ég að skoða og spurja mig spurningarnar hvort það væri fylgni á milli grásleppu og laxveiða því maður er búinn að heyra sögusagnir af þessu í mörg ár og úr mörgum áttum. Þegar ég fór á stað þá hélt ég að væri einhverjar rannsóknir á bak við þetta en það reyndist ekki vera þannig að ég er eiginlega svo fyrsta sem er að skoða þetta eitthvað sem er bara mjög spennandi. Grásleppa og lax eru uppsjávarfiskar allt nema þegar hrygningartímabili hjá hvorum sig á sér stað. Þeir lifa í uppsæfinu og eru til dæmis með makríl og síld. Ég ákvað í samræmi við stelpunnar hjá þekkingarnetinu að skoða 10 ára aftur í tímann og tók fyrir 4 hafnir, Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn og Þórshöfn og 5 laxveiðár sem eru Laxá í Aðaldal, Deildará, Ormasá, Sandá og Hafralónsá. Ég sótti gögn á Fiskistofu til að fá sem réttasta mynd af lönduðu magni og svo sótti ég veiðitölur inn á Angling. En á þessu línuriti má sjá sveiflur á hverjum lönduðum tonnum og hverjum lönduðum laxi á þessu 10 ára tímabili og við fyrstu sýn virðist vera einhver fylgni á milli. En út frá tölulegum gögnum kom svo í ljós að það er ekki eins mikil fylgni á milli grásleppu og laxveiða eins og ég hélt í fyrstu, þrátt fyrir að fylgnin sé jákvæð. Þá breyttust forsendur mínar á verkefninu og ákvað ég að bæta við rannsóknarspurningum og skoða samfélagsleg áhrif á hvoru tveggja og þá út frá viðtölum við 7 einstaklinga. Ég hef útbúið sér spurningar fyrir hvort flokk fyrir sig þar sem ég dreg fram það áhugaverðasta og helsta í verkefninu mínu. Ég búin að ræða við flest alla fólkinu sem hafa komið mjög áhugaverða punkta og verið meira en tilbúin til að tala við mig. Og þessir einstaklingar eru mjög áhugasamir verkefni mitt. Ég tel að þessi rannsókn sé bara mjög mikil þörf á þessari rannsókni og ég tel bara að verkefni mitt muni nýtast okkur hér á svæðinu og það sé bara gott fyrir samfélagið að hafa bara laxinn og grásleppuna og bara sjá, þetta er svo mikið sem er bara komið í ljós. Það er bara mjög skemmtilegt. Og þá bara takk kærlega fyrir mig og takk fyrir samstarfið, Þekkingarnetið og Norðurþing. Án ykkar hefði ég ekki getað þetta. Þannig að, ég held að þetta sé bara komið hjá mér. Er einhverju spurningar? Kærar þakkir fyrir þetta. Þetta er mjög áhugavert og merkilegt eins og þú segir hvað þetta hefur lítið verið rannsakað því að maður hefur svo oft heyrt fólk pæla þetta. En ég hlakka bara til að sjá niðurstöðurnar og sérstaklega þegar við fyrir að tengja saman viðtölin og svo þessar tölulegu upplýsingar, hvernig það mun koma. En ef það er ekki spurningar þá bara þakka ég fyrir og við skulum fá til okkar hana Heiðu Elínu sem er þá með síðustu kynninguna í dag og hún ætlar að lýsa fyrir okkur hennar verkefni árbók Þingeyinga. Gjörðu svo vel, Heiða. Takk fyrir. Ég heiti Heiða Elín og er með BA í tómstunda félagsmálafræði og er nemi í sálfræði við Háskólann á Akureyri í fjarnámi. Þetta er annað sumar mitt á Þekkingarneti Þingeyinga. Þar sem ég hef verið að skrifa árbók Þingeyinga fyrir Norðurþing sem felst mestmegnis í að byrja á gagnaöflun semst fyrir árið sem er verið að skrifa Í sumar skrifaði árið 2019 og þarf maður að fara aftur tímann, leita af upplýsingum inn á Hagstofunni, inn á Fiskistofu og að síðan heitir það sem að maður finnur upplýsingar bústofna á
í Þingeyjarsýslum og síðan bara mannfjöldaþróun, það farið í búsetuþróun, byggingaþróun og hvernig það hefur verið árið, hvort það sé mikið nýbyggingar og fjölgun og síðan bara að leita svona almennum upplýsingum bara hvað var að gerast í Norðþingi árið 2019. Það farið í kaflana þar sem ég finn skólastarf og fæ upplýsingar úr ársskýrslum Framhaldsskólans Húsavík, Borgarskóla og því miður var ekki nógu mikið upplýsingum aðra skóla í sveitarfélaginu. Ég fekk ársskýrslu leikskólans á Grænavöllum og skrifaði upp úr því. Svo kafli sem heitir rannsóknir og þróunarstarf sem eru þá atvinnuþróun Þingeyinga þróunarfélag Þingeyinga sem var ekki búið að birta neina áskýrslu í ár en ég var með það í 2018 árbókinni. Síðan það úr áskýrslu þekkingar Þingeyinga Háskólasetursins og svo bara fyrir söfnin á svæðinu, komutölur og þær sýningar sem settar upp. Svo það íþróttafélögin og önnur félög á svæðinu sem veita mér aðgengi að sínum ársskýrslum. Það eru Völsungur, Skotfélag Húsavíkur, HS Þ með flest allar upplýsingarnar. Ég sinni ársskýrslu íþróttafélögin á svæðinu eins og Austra og Leif Heppna sem reyndar ekki starfandi eins og en eitthvað það verður að reyna að virkja það félag. Eini kaflinn sem ég tek ekki þátt í að skrifa veðurfar í Norðþingi sem sagt, og það hann Jónas Þurri Guðnason sem íbúi á Raufarhöfn sem skrifar þann pistil og sendir hann inn. Hann yfirleitt aftast í kaflanum Norðþing. Það gaman sem að geta að það fæddust 42 nýir einstaklingar í Norðþingi árið 2019. Já, ég held að þetta sé allt sem ég get sagt ykkur árbók Þingeyinga. Einhverjar spurningar? Kærar þakkir fyrir þetta, Heiða. Þetta var mjög upplýsandi og áhugavert. Við höfum ekki fengið spurningar í gegnum Facebook síðuna og ef það ekki spurningar hjá ykkur þá held ég að við bara ljúkum þessu hér með og mér langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir mjög gott og skemmtilegt samstarf þó að því sé sem betur fyrir ekki alveg lokið. Þið eigið eftir að klára nokkur verkefnin ykkar. Mér langar líka að nota tækifærið og þakka öllum samstarfsaðilunum sem eru þá sveitarfélögin í Þingeyjarsýslum og svo auðvitað Vinnumálastofnun og síðan allir þeir sem hafa komið og stutt okkur í þessum verkefnum og ég veit að þessi verkefni muni nýtast samfélaginu og atvinnulífinu hér á svæðinu afskaplega vel og við sjáum það strax hvað þetta bara mikilvægt innlegg í menningarlífið, öll þessi hlaðvörp, ferðaþjónusta, smáforritið þar og svo þetta náttúrulega bara mikilvægar upplýsingar fyrir almannavarnir og svo bara jarðfræði yfirleitt á svæðinu sem Brynjar hefur unnið. Nú, íþróttastarf, sjávarútvegur, atvinnulíf almennt, ég veit ekki tali hér lengi upp alla þá fleti sem þið náið að snerta með þessu verkefnum. Og líka í rauninni bara gaman að sjá hvað þið voru sjálf ofboðslega sjálfstæð og dugleg að bara stýra ykkar verkefnum sjálf. Í langflestum tilvikum hefðu þið sjálf komið með verkefnahugmyndina og þróað hana sjálf. Þið hefðu sótt styrk
hjá Nýsköpunarsjóði námsmanna líka, það sem að krefst mikillar og góðrar umsóknar. Og í rauninni þó svo að við höfum fengið að funda með ykkur hérna vikulega, þá höfum við sumum tilvikum bara nánast verið áhorfendur á hliðarlínunni því að þið hafið hérna staðið ykkur svo frábærlega og öll sem eitt staðið ykkur virkilega vel. Og ég held það líka bara að við sjáum það hér og nú hversu vel þetta átaksverkefni stjórnvalda að skapa sumarstörf fyrir háskólanema, hverju það í raun og veru að skila. Þannig að já, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur góðs gengis á lokametrónum. Það er spurning hvort að Helena vilja eitthvað? Kannski bara rétt aðeins svona það sem Lilja kom inn á varðandi verkefninu að þau eru ákveðlega mikilvægt bæði bara stök eins og þau eru en svo líka bara eins og Dagný nefndi í sínu verkefni það kvikna nýjar spurningar þannig að það getur verið grundvöllur fyrir frekari rannsóknum hérna í héraði mögulega næsta sumar með öðrum háskólum eða það bara á vettvangi okkar hjá Hreyfingarnetinu. Þannig að loka innlegg kannski að þessu fæðast fleiri nýjar hugmyndir til að vinna með í framhaldinu. Akkurat. Er eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri svona alveg í lokin? Það kannski væri áhugavert að heyra hvernig þið metið hvort að þetta verkefni geti nýst ykkur þá bara eins og í áframhaldandi námi. Brynjar kom aðeins inn á það áðan, það eru kannski fleiri sem að sjá það að þessi verkefni nýtist þeim í svo loka verkefnum í háskóla eða hvernig sem það er. Pottet, bara rosa góð reynsla. Ég er alveg viss það sko. Allir eitthvað feimni núna að tjá sig. Heyrðu, ekkert mál. Við bara þökkum ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir góða kynningar og samstarf í sumar. Takk fyrir mig bara. Bless.